Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að fjalla förum vítt og breytt í þessum þætti. Lilja Alfreðsdóttir kemur hérna á eftir menntamálaráðherra, varaformaður Framsóknar, það flokksþing Framsóknarflokksins núna og náttúrulega standa öll spjót á henni sem menntamálaráðherra, til dæmis bara eftir klúðrið með samræmdu prófin núna í vikunni og það einhvern veginn svona kannski eins konar dæmi ófremdarástandi sem í eða virðist vera í skólamálunum. Við ætlum að tala alvarlega lífeyrismál hér á eftir, lífeyrissjóði, fáum Guðmund Gunnarsson og Gylfa Magnússon hérna í lok þáttar. Þeir eru báðir þeirra skoðunar að þurfa að gera talsverðar breytingar á lífeyrismálunum til að kerfið verði sjálfbært og virki. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Gunnar Smára Egilssyni, Andrési Magnússyni, Ingu Sæland og Styrmi Gunnarsyni. Verkalýðshreyfingin, það urðu stór tíðindi þar í vikunni þegar Sólveig Anna Jónsdóttir var kosin formaður Eflingar. Það má segja að við verið eins konar uppreist þarna í félaginu og svo vinnur hún þessi nýja hreyfing innan Eflingar vinnur þarna stórsigur. Styrmir, þú skrifaði grein þar sem þú talar að þetta séu ákveðin tímamót þarna. Já, ég held að sé engin spurning það að það er eitthvað mikið að gerast í verkalýðshreyfingunni. Og mér finnst svona með einhverjum hætti að þá sé verða svona einhver kannski kynslóðaskipti þarna, ungt fólk að koma til skjalana og breytt viðhorf og ég held fram að þetta sé ekki bara óánægja innan félagana með kjör þó það sé þetta full ástæða til, heldur í þeirra skoðunar að megin ástæðan fyrir þessum óróa inn í verkalýðshreyfingunni sé það sem að gerast í samfélaginu að öðru leyti. Það að segja, það eru mjög fámennar hópar hér í þessu þjóðfélagi sem að nýta sér aðstöðu sína til þess að taka til sín meira heldur en aðrir hafa möguleika á og það á kostnað þeirra, sömu. Og ég held að þetta sé svona grundvöllurinn að þeirri óánægju og reiði sem að til staðar í okkar samfélagi í dag. Þá var ég að tala fyrst og fremst ákvarðanir kjararáðs. Launahækkanir, æðstu embættismanna, þingmanna, ráðherra og annarra slíkra. Og þetta held ég að sé það sem hefur skapað jarðveginn fyrir svona byltingu eins og varð í Eflingu. En þetta ekki ávísun á harðari verkalýðsbaráttu? Það mjög líklegt að verði það, en það fer þó eftir því hvort að þessi ríkisstjórn sem nú situr, sem að náttúrulega spannar mjög breitt svið, hvort hún hefur vita á því að bregðast við strax. Eða hvort hún bregst ekki við. Það auðvitað athyglisvert að í þessum starfshópi sem að ríkisstjórnin og aðalega vinnumarkaður settu upp sem skilaði áliti núna miðjan febrúar, þá verði þetta í raun og veru viðurkennt. Það var viðurkennt að kjararáð hefði gengið allt og langt. Og það var viðurkennt að ætti að taka tilbaka, en það var bara ekki samkomulag það með hvaða hætti. ASÍ-mennirnir vildu taka tilbaka strax, en aðrir lögðu til að þessi launagjörðu frist, þannig að þetta myndi jafnast út á lengra tímabili. En þetta held ég að sé megin ástæðan fyrir því sem að gerast í kringum okkur í dag. Inga, hver eru þín viðbrögð við þessum tíðindum úr verkalýðshreyfingunni? Já, það var bara ofsa gleði í mínu hjarta og ég vildi bara byrja á því að óska nýjum formanni Eflingar og öllum Eflingarfélögum ásamt verkalýðsstéttlandsins hjartalega til hamingju með þessar greinilegu breytingar sem við erum að fara að upplifa núna og ég er sammála því sem Styrmir segir, það er búið að vera mikill órói og eðlilega. Ég er nú til dæmis einn af þeim þingmönnum sem að detta inn í það sem kjararáð gerði, kemur úr því að vera með mínar 220.000 krónur í örorkubætur og orðin á þingmannalaunum. Nú ansið mikil viðbrigði, ég vildi gjarnan að kökunni væri réttlátarskipt. Efsta lagið í samfélaginu, það í rauninni tekur til sín allt á meðan að neðsta lagið öryrkjar, verkalýðshreyfingin okkar og fólki sem er að bera, það ber allar byrðarnar. Það ber efsta lagið á herðum sér og skapar þeim allan auðinn og það eiginlega, ég nú ekki kannski endilega einhver uppreisnar seggur en ég segi samt sem áður, það að koma breytti tímar, ég hlakka til að fá að taka þátt í þeim og svo sannarlega þá eru þá nákvæmlega þeim stað sem var til þess að Flokkur fólksins til dæmis var til. Við viljum útrýma fátækt og það komin tími til að fólki í landinu sem hefur þræli myrklan á milli nái endum saman.
Andri, hvernig horfir þetta við þér? Þetta uppreið, svo var náttúrulega þú situr við hliðina á Gunnar Smára byltingarforingjanum mikla. Og það var að tala að þetta hefði verið sósíalistaflokkurinn sem að reri þarna undir. Sko, ég meina, það má vel vera, en ég held að sko, við getum ekki hort hjá því að í fyrsta lagi þá ekki hægt að gleyma því að verkalýðshreyfingin, þetta orðið svolítið gamalt apparat og hún hefur orðið svolítið stöðnuð. Þannig að ákall eftir breytingum á þeim vettvangi held ég bara afskaplega eðlileg. Og ef við nú horfum aftur sko 10 ár, hrunið og hvaða áhrif það hafði á stofnanir samfélagsins. Af hverju skyldi Verkó hafa verið undanskilið í því að menn kalli á breytingar og kalli á nýja tíma og kalli á nýtt fólk. Og það það sem ég held að hafi gerst svona svolítið, ég alveg viss að það rétt sem hefur verið að nefna að hlutir eins og kjararáð, að það spilar þarna stóra rullu. Og það eitthvað sem við þurfum að taka á, ekki bara hvernig og hvaða kjörum hefur verið að útdeila þar, heldur líka, ég meina kjararáð áttu upphaflega að vera að taka til örfára æðstu embættismanna sem einhvern veginn var ekki hægt að höndla öðruvísi. Og núna þarna bara komin einhver sko hjörð af fólki. Það þarf að laga. En ég alveg samfærður það að við möttum að sjá sko sitthvað meira á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar að þessu leyti að menn muni kalla eftir fleiri breytingum. En svo eftir að koma í ljós sko hvað svo vegna þess að það á eftir að semja kjörin og menn hafa eftir svo miklu að sækjast og munum fara fram úr sér, hér taka við verkfallstímar aftur. Ég heyri það bara, ég var að tala við fólk í gær, það þekkti ekkert verkfall. Það var ungt fólk og það bara mundi ekkert eftir verkfallinu, það var bara eitthvað sem það hefði kannski séð í bíó eða eitthvað. Þannig að það veit ekki alveg sko kannski í hvað að fara, en það þá kannski tíminn til komið með átti sig að því hvernig bæði auðurum eru til og hvernig hættir að skipta honum. Þetta harðari stéttabarátta sem að koma þarna fram? Sólveig Anna, hún hikaði ekki við að tala stéttabarátta þegar hún bauð sig þarna fram. Það var bara lagt fram að róttæk stéttabarátta og 80% þeirra sem að kusu það. Þannig að það eiginlega krafa félaga í Eflingu að Efling fari út og hegi róttæka stéttabaráttu. Mér persónulega finnst það löngu tímabært. Ég held að veiking arftaka sósíalísku flokka sem gömlu verkamannaflokkarnir og veiking verkalýðshreyfingarinnar á undanförnum áratugum hafi verið raunverulega það sem var þess valdandi að hér varð aukinn ójöfnuður í aðdraganda hrunsins. Það var kannski ef að segja svona 1/3 þjóðarinnar sem að misti algjörlega af því og svo þegar hruni verður þá var það sami 1/3 sem að hruni bitnaði langharðast á. Það var fólki sem að misti húsnæði sitt, fólki sem að satt eftir á strípuðum tögstónum og lágum lífeyrisgreiðslum og satt eftir og bar allan skaðana af. Síðan kemur uppgangur núna með ferðamannaströmmnum. Þetta fólk ekki að njóta þess. Það er litlu kjara bætur sem að það hefur fengið, hafi verið tekið tilbaka með hækkun húsaleigu og síðan með óréttlátu skattkerfi. Þannig að ég líti á þetta sem bara löngu tíma bara uppreisn svona 1/3 hluta fólks sem að venjuleg stjórnmál hafa ekki stjórnmáli snúast 2/3 og að því að Inga situr þá var það mjög áberandi að þegar hún ávarpaði þennan 1/3 sem að satt eftir og enginn hinna flokkan hefur ávarpað, þá fór hún inn með 4 þingmenn bara með því að ávarpa það fólk og tala því máli og hún á heiðurskilið fyrir það. En það sem þarf að gerast, það að flytja stjórnmálin aftur að hagsmunum þessa 1/3 sem var skilin eftir. Þetta gerist það fyrst og fremst í verkalýðshreyfingunni, en það mun líka gerast í stjórnmálunum. Andri? Já, mér datt bara huga þegar maður að nefna hvernig þessi vinstri flokkar þeir höfðu einhvern veginn minkað í þessu samhengi. Okkur hættir svo stundum til þess að horfa á það sem gerist á Íslandi sem eitthvað einstakt og íslenskt. En gleymið því ekki að þetta að gerast sko alla Evrópu og mun víðar í raun og veru að jafnaðarmannaflokkar hafa verið að skreppa saman. Og ýmsir hægriflokkar hafa lent í vandræðum líka, en hvers vegna það að gerast? Jú, það er vegna þess að við erum að sjá pópulískum hreyfingum vaxa fiskurinn hring. Og ég held að þetta kunni að vera ein birtingum þess að við erum einfaldlega að taka þátt í samskonar breytingum. Þetta sé birting popúlisma? Já. Virk verkalýðshreyfing er ekki popúlismi, það er bara frálegt. Ég er ekki að tala það niður, ég er bara að segja að það er frálegt að halda því fram. Mér langar að nefna það að því við töluðum svo kjararáð áðan að staðreyndin er nú svo að það var nú ekki kjararáð sem að lyfti launum forstjóra Landsvirkjunar upp rúm 40%. Við erum að tala hér að ríkið sé að ganga á undan með sitt fordæmi og á þessum viðkvæmu tímum þá er það alveg með ólíkindum að þetta skulle hafa átt sér stað og svo líka annað langum með að benda á. Við sláum líka ákveðið heimsmet. Við erum að sliga hér fjölskyldur og lánþega undir þessari
okkur verðtryggingu, við erum með húsnæðislið inn í vísitölu sem kostar heimili og skuldargreiðendur landsins yfir 80 milljarða á ári sem að hækkar lán heimilana í landinu. Við erum að slá heimsmet hvað þetta varðar. Þannig að það ekki alveg hægt að bera okkur saman við löndin í kringum okkur að öllu leyti. Staðreyndin svo að það allt gert til þess að tryggja hér fjármálakerfinu og setja á það belti og axlabönd á kostnað þeirra sem að eru í rauninni mun veikari í samningunum. Þannig að ég segi það að það ákveðin sérstað og það löngu orðið tímabært að við tökum utan fólki okkar, að við útrýmum fátækt saman vegna sem við getum það. Ef einhver þjóð á jörðinni getur það, þá það við. Mér langar að spyrja, nú hefur þú komið inn á þing og þín mál voru málefni aldraðra og öryrkja og þar erum við náttúrulega með í gangi þetta margumtalaða skerðingakerfi og fátæktargildurnar og allt það. Hvernig finnst þér vera undirtektirnar undir þín málflutningi? Hvernig finnst þér vera áorkað þarna inni í þessum málum? Mér finnst á okkur hlustað. Og ég veit ekki til þess að hafi verið annað eins talað í rauninni bága stöðu borgarana og fátækt á Íslandi á Alþingi Íslendinga í háa herranstið eins og núna. Því að staðreyndin svo að það gert í hverja einustu viku. Og það eins og mér finnst líka að þingmenn almennt, hvar í flokki sem þeir standa, þeir eru jafnvel farnir að verða meira meðvitaðir hinar raunverulegu stöðu út af því að auðvitað hólar dropinn steinin. En sýnist þér að þetta gerast eitthvað raunhæft? Til dæmis varðandi skerðingarnar og... Ég get ekki séð það því miður og ég sé nú bara til dæmis bellega hvernig fjárlögin 2018 á sínu ljósraða feyttust í gegnum þingið án þess að gera nokkura einustu ráð fyrir því að bæta kjör þeirra sem eru verst settir. Ekki einu en einu, það talað við ætlum að bæta 500 milljónir í tannlæknakostnað fyrir niðurgreiðslur og tannlæknakostnaði fyrir öryrkja og eldri borgara 1. júlí 2018. Staðreyndin svo að ríkissjóður skuldar í rauninni yfir 800 milljónir í vangreiðslu gagnvart gildandi lögum sem að heimila og áskilja öryrkjum og eldri borgurum þennan afslátt samkvæmt þessum tannlæknakostnaði. Þannig að það í rauninni það sem furðar mig mest þarna inn í þinginu, það hvernig hlutirnir eru klæddir í einkennilega kjóla sem ég finnst ekki passa á í rauninni viðfangsefnið. Mér finnst það bara margt skrítið í þinginu og ég náttúrulega ennþá að fóta mig þar inni og átta mig á því hvernig starfsvettvangurinn hann spennandi og mjög ögrandi. Ég hefði viljað vera þarna inni með 40 manns en ekki 4 og þá get ég lofa ykkur því að hlutirnir væru þegar orðnir allt öðruvísi. Styrmi, það talað verkalýðshreyfingu, þú manst náttúrulega þá tíma þegar verkalýðshreyfingin var pólitískari, þegar verkalýðsforingjar sátu á þingi og þær voru menn úr alþýðuflokknum, úr alþýðubandalögum sjálfstæðisflokknum og svo hafa menn talað núna eins og það sé algjörlega óeðlilegt að verkalýðshreyfingin sé pólitísk með þessum hætti. Ég man eftir verkalýðshreyfingun á tímum kalda stríðsins og ég þekkti gamla kallana sem að leiddu verkalýðshreyfinguna. Og ég segi það við ykkur að Inga Sæland eina manneskjan sem að talar eins og þeir töluðu. Þeir töluðu, þetta voru þá að ég var sem ungum maður pólitískur andstæðingur þeirra, þá kynntist ég þeim persónulega, ég virti þá fyrir þeirra þann málstað sem þeir voru að berjast fyrir og þeir töluðu með ákveðnum hætti. Síðan hvarf sú rödd að þingi og hún bara kom aftur þegar þessi kona sem situr hérna við hliðina á mér var kosin. Og ég lít á kjör hennar og kosningu Sólveigar Önnu og hennar fólks í Eflingu sem svona raunverulega vera af sömu rótum sprottin að þetta sem Gunnar Smári segir að við réttar ákveðin hluti þjóðfélagsins sem hefur ekki haft neina rödd og hann bara brjótast fram og Inga Sæland og Sólveig Anna þær eru svona birtingamyndir þeirra umbrota og ég held að hún sé á svartsýn framhaldið, ég held að þessi breyting muni halda áfram. Ég held að þetta muni halda áfram og ég vil ekkert vera að gera lítið úr sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki en ég held að aðild VG að ríkisstjórninni muni eiga þátt í því að tryggja það að sumt af hagsmunamálum þessa fólks náu fram. En það náttúrulega kannski lífsspursmál fyrir VG að gera eitthvað í því en VG virkar að mörgu leyti svona sem frekar svona millistéttarlegu flokkur.
Hann maður ekki orðið var við einhvern opaslega róttækni í þeim flokki. VG bara dæmi svona sósíaldemókratíska flokk sem spiltist á tímum nýfrjálshyggjunnar, varð að svona menntaðri millistéttarflokki og hefur enga leið til þess að nálgast þennan 1/3 hluta þjóðarinnar sem hefur það verst, vegna þess að það fólk upplifir það ekki að talsmenn VG séu að tala til sín. Ég held að sé bara leitun að svona venjulegum verkamanni sem kýs VG. Þannig það alveg fráleitt að láta sér detta það í hug að VG geti orðið forystuafl í uppreisn 1/3 hluta þess sem hefur það verst á Íslandi. Það er bara fráleitt. Já, ég segi nú fyrir mína part að mér finnst nú fólki í VG yfirleitt alveg nægilega róttækkaði fyrir en það er líka eitt sem langar að nefna sem menn tala nýfrjálshyggju og eitthvað eins og þetta sé einhvern veginn bara allt alveg hræðilegt og við séum bara nýkomið með vökulögin. Gleymum því ekki að það hefur það náðst verulegar umbætur fyrir fólkið í landinu, bæði hvað efnaðin var þar, en líka hvað ýmis réttindi. En það hins vegar, getum staldrað við það, að því vorum að tala hvort að Ísland var einstakt eða ekki. Að það er að ég held að þessi bara hvergi á byggubóli, víðtæk þáttaka í verkalýðshreyfingu hér. Hvað ekki 80% eitthvað? Það er eitthvað alveg ævintýralegt. Og þetta bara þekkist hvergi annars, það er ekki Skandinavíu eða... Nei, þetta er miskilja þetta alveg hrapalega. Fyrir 100 árum var fólk að berjast fyrir 8 stundar vinnudag. Fólk í dag sem er á lægstu laununum, það getur ekki látið sér dreyma það. Því að það vinnur kannski 8 stundir í fyrstu vinnunni sinni, síðan það vinnur 3 stundir í næstu vinnu og svo skúrar það líka í 1,5 tíma. Það er raunveruleikinn í dag. Við höfum mist það sem að verkalýðshreyfingin var að berjast fyrir 100 árum, hefur þeir sem hafa það verst í íslensku samfélagi, það er orðið óraunhæfar kröfur. En það er reyndar mikið af því fólki er náttúrulega erlendir verkamenn núna. Og hvað er það berjast fyrir það? Jú, og til dæmis ég tók þetta er líka eitt sem ég heyri. Tók til dæmis dæmi það er grein í Stundinni sem fjallar ræstingafyrirtæki ISS, ævintýralegur árangur í ræstingaútboðum. Þetta er allt erlendir verkamenn sem vinna fyrir þetta fyrirtæki á mjög misjöfnu kaupi. Og þeir eru hlunnfarðir. Það er búið að sanna það margsins, þeir eru hlunnfarðir. Það verður að fara illa með þetta fólk. Við erum að horfa hreinlega upp á mansal hér. Ég er bara svo maður tala í íslensku. Það verður að leigja fólk og það er algjört menningarlegt niðurbrot inn á vinnustöðum. Það sem að hluti starfsfólksins tilheyrir starfsmannahópnum, en þeir sem eru að skúra og þrífa og sjá matinn, að þeir eru ekki hluta starfsfólkinu vegna þess að þeir eru leigðir frá okkur öðru fyrirtæki. Borgin gerir þetta og ríkið gerir þetta. Þetta fyrirtæki gerir þetta. Já, ég veit það. Reykjavíkurborg er stærsti vinnuveitandi láglaunafólks á Íslandi. Er að ferðast á milli opinberra bygginga og að þrífa í verktöku frá útvistun frá ykkur fyrirtæki. Hryllingur. En ég má aðeins koma einum punkt að það, því að þeir voru að gera eitthvað lítið og popúlisma hér áðan, þeir félagar þarna. Ég var alls ekki að því. Ég lít svo á að popúlismi sé alls ekki eitthvað sem sé neikvætt. Popúlismi er merkimiði eins og Francis Fukuyama stjórnmálafræðingur segir, sem að yfirstéttin í öllum þjóðfélögum setur á baráttumál hins almenna borgara. Og ég lít svo á að það sem við erum að tala hér, það er að segja breytingar og hag þeirra sem að best hafa því okkar samfélagi, þær kom ekki bara frá vinstri, þær kom ekki síður frá hægri og í öllum löndum í kringum okkur er ein svokallega populismi að verða til sem hreyfingar á hægri vagnum sem er að fá til sín kjósendur sem áður voru alltaf kjósendur vinstriflokka og þetta held ég að geti vel farið að gerast hér, ekki síður en annars staðar. Þess vegna skulum við bara tala af virðingu populisma. Populismi er ekkert annað heldur bara þetta fyrir hagsmunamálum alþýðinu í hverju landi. Ég var bara meiri þann vegna það var að bera saman uppreisnina í Eflingu með ítölsku kosningarnar og það ger ólíkt það sem að Sólveig Anna er að gera inn í Eflingu eða það sem að Grilló er að gera á Ítalíu. Hvenær nefndi ég Ítalíu? Þetta er mjög sterkið. Ragnar Þór Ingólfsson, hann segir Saleik er dautt. Og við horfum sem sagt á efsta lagið hjá ríkinu. Það setur sitt kjararáð og kjararáðin fyrir allt í að horfa á forstjóraveldið sem er að hækka og við erum hjá ríkinu, við erum ráðherra, við erum embættismenn, við erum dómarar og við viljum með okkur við forstjóraveldið. Og þá fara þeir náttúrulega lóðbeint upp og svo kemur halvárón eftir og þá er náttúrulega og stjórnmálastéttin eða alþingi hefur ekki burði til þess að taka þetta úr sambandi og þá er náttúrulega ekki furða þó að menn segi Saleik sem átt að vera svona skandinavískt kerfi þar sem að launin hækkuðu svona mjög skynsamlega í tröppum, þetta er bara búið. Ríkið var aðili að Saleik samkomulaginu, kjararáð sem er ríkisapparat brýtur Saleik samkomulagið. Algjörlega, það var það sem kálaði Saleik samkomulaginu, það var í rauninni kjararáð.
Það er ekkert flóknar það og í rauninni þá er það mesta furða. Hvernig endalaust hægt að bjóða það á borð fyrir almenning í landinu, vinnandi stéttir í landinu. Ef að þið hækkið meira en 3%, 2%, þá bara fer hér allt á hliðina. Það endalaust verið að senda skilaboðin. Þið eru bara 0 og nix. Þið skulle bara halda áfram að draga vagnin fyrir okkur á meðan að við liggjum hér í Freyðibaðinu og sláum golfkúlur á Flórida. Og bara búið bara til peninga fyrir okkur verkalýðurinn. Það er ekkert annað sem þið eru að gera. Þetta eru skýr skilaboð, endalaust verið að senda þessi skilaboð. Ef að þeir geta fengið 40% launahækkun, þá skulle þau bara gjöra svo að feysa það að aðrir eiga að fá það líka, en það er orðið bara hundleiðilegt og eiginlega alveg ólíðandi að þessar prósentur skuli endalaust vera settar inn í kjarabætu fólks. Við viljum bara fá krónutöluhækkun. Þetta fólk á rétt á að fá krónutöluhækkun og svo erum við með ákveðin lágmarks velferðarviðmið, framfærsluviðmið velferðarráðuneytis og það er ekki einu sinni farið eftir þeim. Mér finnst maður eiginlega að lifa hérna í einhverju prúðuleikhúsi. Þetta er farið að verða eitthvað grín, því það er eins og, þessu ægir öllu saman. Það er ekki spurningin hvað eru margir flokkar á þingi núna. Það er spurningin hvað fólki vil gera sem er kosið til verksins. Við eigum að taka höndum saman og vinna fyrir fólki okkar. Hvort sem við værum 8 flokkar eða 100 flokkar, við erum bara 63 einstaklingar. Við erum að vinna saman, við getum gert það. Og mér finnst það að koma til móts við þá sem vestur eru staddir í samfélaginu hér. Mér finnst að það eigi að vera þverpólitískt. Mér finnst að eigi að þurfa að vera neitt ágreiningur það hjá stjórnmálamönnum, hvort vilji koma fólkinu sínu og þjóðinu sinni til hjálpar. Er ágreiningur það? Það er mikill ágreiningur það vegna þess að annars væru ekki tæp 10% barna hér að líða mismikið skort sem að eiga sína fjölskyldur. Annars væri ekki 20.000 Íslendinga sem hókruðu hér með 220.000 krónur útborgað. Og mér er gaman að sjá ráðamenn þjóðarinnar lifa af því sem þeir að skaffa fólkinu í landinu sem að hefur það vest, þó það væri ekki nema í 1 viku. Ég vissum að fæstir væru farnir að bogna undan því. Ég flestir mynd sér. Ef ég má aðeins tala aftur einn þriðja hlutan sem hefur það vest. Haldið það sig þannig að hann hafi verið spurður á hvað verkalýðshreyfingin ætti að leggja áherslu á og hann hafi svarað við að vera Salex-samkomulagið? Aldrei. Þannig að við höfum ekkert að gráta þetta Salex-samkomulag. Það var sett í gang af umboðslausri forystu ASÍ ásamt því að gangi Evrópusambandi og taka upp evru og verja verðtrygginguna og setja upp Salex-samkomulag. Þetta er ekki byggt á væntingum og kröfum þessa 1/3 sem eru umbjóðendur forystu ASÍ. Alls ekki. Þú sagðir verja verðtrygginguna. Stefna ASÍ hefur undanfarna ára hefur að gangi Evrópusambandið, taka upp evruna, verja verðtrygginguna og taka upp Salex. Já, samanber 2009, það var varin verðtryggingin með kjaftu og klóm, þeir áttu bara fristana. En erum við þá ekki að horfa fram á tíma verkfall? Reyndar var því bjargað, má ég segja, nánast í hot hérna daginn að kjarasamningar halda til áramóta. En af hverju ættum við óttast verkfall? Það voru verkfall í Þýskalandi daginn, það voru 1 dagur hér og 1 dagur þar og þeir fengu styttingu vinnuvikunar og þeir fengu hækkuð laun og það ekki bara gott? Styrmir, verkfall. Það voru oft verkfall þegar þú varst á mokkanum. Auðvitað eru verkföll að vinna vonda fyrir alla aðila, en það er rétt sem að ég heyrði Sólveig Örnu segja einhvers daginn að það eru mörg mikil réttindamál sem að verkafólk náði fram hér fyrr á árum með verkföllum. En verkföll get ekki við eftirsóknarverð aðferð til þess að bæta kjör fólks vegna þess að það er mjög mikið tjón sem verður í verkföllum. Það breytir ekki því að ég held að ef að núverandi ríkisstjórn áttar sig ekki á, gerir sér ekki grein fyrir hvað er að gerast í kringum okkur, þá verða verkföll og þau verða mjög erfið. En þessi ríkisstjórn, hún hefur til næstu áramóta til þess að koma í veg fyrir það að sú aðstæða skapist. Og mér finnst að hún eigi að geta það. Segðu mér, Andrés, nú ætlum að fara út í annað. Nú var þarna í vikunni, það var þessi vantrauststillaga, allt í einu skall hún bara á Alþingi, eiginlega bara með engu fyrirvara og málið var tekið fyrir. Það sem gerðist í þinginu var það að hún hafði meiri hljómgrunn en maður hélt ég vel fyrst. Þetta voru Samfylkingin og Píratar sem eru nú eiginlega svona systraflokkar sem lögðu þetta fram. Á lokum var öll stjórnarandstaðan komin með, pluss 2 þingmenn VG. Og nú spyr ég, menn, veikti þetta ríkisstjórnin eða styrkt hana? Ég nú ekki viss að það hafi veikt hana eða styrkt, þarna þetta mál sem að verður til af nokkuð þröngum pólitískum ástæðum, en það eru fleiri innan þingsins sem finna það að hér einhver hamar sem við getum haldið á.
og það kom mér til þess mjög óvart hvernig Viðreisn snerist í þessu máli bara eins og skopparakennlega. En ég get ekki sagt að það kom mér mjög óvart að þessi tveir þingmenn VG hafi ákveðið að vera ekki með. En þeir stígu náttúrulega yfir ákveðna markalínu kannski þarna. Jú, en ég meina það kannski kom eilítið óvart, en ég meina það var eitthvað sem ég held að flestir hafa verið viðbúnir að gæti gerst, að minnst í öðru tilvikinu en síðan fer þessi umræða í gegn, ríkisstjórnin ákveður að taka umræðana, staðan fyrir bara þeir hefðu getað hendin út í horn með dagskrártillögu, en þeir taka þetta og síðan verða þessi úrslit. Ég meina við erum að reyna að tala þetta núna, en þetta máli fullkomlega búið þetta. Ég fæ ekki séð að nokkur hafi haft gagnaði, hvorki stjórn í stjórnar. Það búið þetta? Já, sem vantraust, já. Inga, þið ákveðuð að greiða atkvæði með vantraustinu, var það ekki? Jú, á þessum tímapunkti þá var það eiginlega ekki annað hægt og staðreyndin náttúrulega svo að dómsmálaráðherra hefur verið dæmdur í Hæstarétti Íslands og við náttúrulega virðum þrískiptingu ríkisvalds og við virðum það sem að dómstólar segja og annað hitt, það verið að kalla eftir ábyrgð, það verið að kalla eftir breytingum og það verið að kalla eftir ráðherra ábyrgð, það verið að kalla eftir því og hefur verið gert í áraraðir að æðstu embættismenn, ráðherrar, axli ábyrgð ef þeir eru í rauninni að fara fram úr sér að einhverju leyti, hvað þá dæmdir fyrir afglöp eins og til dæmis þarna í þessari 12. grein stjórnsýslulaga í sambandi við rannsóknarreglu sem að Sigríður Andersen fór ekki eftir að mati dómsins, þannig að í raun og veru það ekkert annað hægt og það ekkert annað hægt en að við erum í stjórnarandstöðu, stjórnin hefur í rauninni það segir sér sjálft, þetta er bara þetta kerfi og miðað við það að manni fannst maður á tímabili vera með gallbræði í munni vegna þess að staðreyndinni svo að hún á alla mína virðingu skylda fyrir að vera að vinna vel sem dómsmálaráðherra gegnum heilt. Þá breytir ekki þeirri staðreynd að hún í rauninni fer þarna á svig við þær reglur sem hún hefði átt að fylgja. Þannig að þér finnst hún eigi að fara úr embætti? Já, allavega líst við vantrausti á hana. Styrmir, hvað segirðu? Þarna fara Rósa, vinkona þín, sem ég veit að og Andrés, Ingi, þau fara yfir með stjórnarandstöðunni og þá erum við í rauninni og ráðherra Sjálfstæðisflokks sem hafa sagt við erum bara 33 í þessari ríkisstjórn. Við erum ekki 35. Mér finnst þetta ekkert stórmál, þessa spurning með Rósu og Andrés. Ég meina, örfár þingmenn og Sjálfstæðisflokk mynduðu fyrir ykkur 30 árum ríkisstjórn með öðrum flokkum í andstöðu við meirihluta þingflokksins og þeir voru ekki reknir. Þingmennirnir sem snerust gegn nýsköpunarstjórn Ólafs Thors, þeir voru ekki reknir. Akkur ætti að reka Rósu Björk og Andrés úr þingflokki VG. Hvaða mál er það? Þau var bara aðra skoðun. Það sem mér finnst hins vegar ekkert verið til umræði í sambandi við þessar umræður dómsmálaráðherra og embættisveitingar hennar. Það er hinn undirliggjandi vandi í okkar samfélagi í sambandi við skipan í alls konar embætti og stöður. Rétt. Það fer mig þegar ég heyri talað að það verði að gera hitt og þetta faglega, með faglegum hætti. Vegna hvers fer mig? Vegna þessi okkar litla samfélagi eins og við öll vitum sem sitjum hér. Það er svo mikið klíkuskap, það er svo mikið vínatengsl, það er svo mikið skyldleika og svo framvegis sem eru áhrif á afstöðu fólks til annars fólks og svo framvegis. Staðreynd að það er hægt að sýna fram á það að svokallar dómnefndir, jafnvel við Háskóla Íslands, í sumum deildum hans að minnstakosti, þær eru nú bara svona meira orð heldur en eitthvað sem að skiptir raunverulegu máli. Það er ekkert faglegt í þær, þvert á móti, Og þess vegna segi ég að þau mál sem að þarna hafi verið til umræðu, það hefur bara ekki verið rætt kjarna málsins sem þetta innbyggða vandamál í okkar litla og fámenna samfélagi. Það er ekki hægt að ná fram einhverjum faglegum niðurstöðum í okkar þjóðfélagi. En þarf þá ekki bara að breyta reglunum frekar en að ráðherra sé svo að möndla með þetta síðan upp á sitt leynda? Mér finnst það ekki góð hugmynd til þess að vega á móti klíkum í íslensku samfélagi, þá sé dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins sem eiginlega valdamesta klíka á Íslandi látin skipa í stöðurnar. Mér finnst það ekki gott. En varðandi eitt í þessu, það er ekki vandi að leysa þetta vegna þess að það er búið að leysa þetta, sem er það að láta þessar greinar ríkisvaldsins sýna hver annarri sem mótvægi. Það séu mörk milli greinanna og veiti mótvægi. Þannig að eins og þeir gera þetta í Ameríku, þar sem þeir hafa þá leið að það er skipaður
að framkvæmdarnefndin eru dómarar skipaðir, en þingið verður að samþykkja með auknum meirihluta. Ég held að það verður bara fínlega hér. Má ég aðeins tala um pólitíkin í þessu? Ég held þetta sé þessi mál sé ekki lokið. Í gamla þetta var oft sagt að eitthvað myndi ráðast í fermingavislunum og við erum að fara inn í þann tíma núna. Ég held að afleiðingar þessa máls fyrir VG muni ráðast í fermingavislunum. Það eru kunni stuðningsmenn VG muni í mörgu fermingavislum standa einhverstaðar út í ykkur horninu með fingurnar á sér og spurja þá hvað í veröldin eru þið að gera með því að vera að verja Sjálfstæðisflokkinn og spillingu hans í öllum málum og breyta formann ykkar í eitthvað blaðafulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og þetta fólk í VG sem kemur úttaugað út úr fermingavislunum mun sittast inn á okkur flokksráðsfundi eða miðstjórnarfundi eða hvað það heitir og það mun ósa frá sér að svona gangi þetta ekki lengur. Það verður að vera einhver stórkostleg breyting. Stuðningsmenn VG fara ekki í fermingavislur. Þetta bara einn punktur sem var í rauninni rosalega sláandi á þessum tímapunkti þegar það var verið að greiða þessi atkvæði. Það þegar dómsmálaráðherra mætir í pontu Alþingis og bara hreinlega hótaði öllum þingheimi með því að segja bara einfaldlega að það verður í minnum haft. Hvernig þið greiðið atkvæði með þessar tillögu? Hverslags þetta? Maður bara hrökk við. Sagan mun dæma okkur. Maður verður í minnum haft. Hvað þýðir þetta? Að sagan muni dæma okkur. Ég tók hanskan fyrir formann VG vegna þess að Gunnar Smári sagði áðan. Sko, auðvitað það staðreynd sá því að VG og Katrín Jakobsdóttir hafa mjög sterka stöð í þessu stjórnarsamstarfi. Hún getur hvenær sem sagt hingað ekki lengra, kæru vinir, nú viljum við ekki lengur vinna með ykkur. Hún hefur möguleikann á að mynda ríkisstjórn á annan máta. Þeir hafa það ekki, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Þess vegna held ég að staða VG í þessu stjórnarsamstarfi sé miklu sterkari heldur en að Gunnar Smári vill vera láta. Og raunverulega að þá séu það Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sem verði að laga sig að ákveðnum kröfum VG en ekki öfugt. Við erum alveg að klára þetta, mér langar bara að spyrja Gunnar Smári, eru þið að fara að bjóða fram í borgarstjórn í Sósíalistaflokknum? Já, mér finnst það mjög líklegt. Það er ekki svona alveg frágengið, það mér finnst það mjög líklegt. Verður þú í fyrsta sæti? Nei. Þú ætlar ekki að vera í öðru sæti? Getur þú sagt mér að þú ætlar ekki að vera í fyrsta sæti? Nei, ég held að mitt hlutverk sé allt annað. Ok, Inga, þið eru að fara að bjóða fram í borgarstjórn. Já, við ætlum að gera það. Já, og hver verður í fyrsta sæti? Ísbert. Ég er svo leyndardómsfull í dag. Og ég ætla að vera leyndardómsfull í nokkra dagi viðbót. Þetta er allt á fullu ferðinni. Það verður að hafa nóga flokkum í frambúðan. Já, það er ekki nóga sætum. 23 sæti sem er að fylla og 23 varasæti. Þetta er alveg hræðilegt. Og þú starfar fyrir Sjálfstæðisflokki fram að kosningum? Jú, það kemur sennilega ekki mörgum á óvart. Nei. Hvað, ertu sjálfstæðismaður? Nei, grín. Og gáringur. Andrés, Inga, Styrmi, þakka fyrir fá hérna Lilju Alfreðsdóttur, menntamálaráðherra, varaformaður Framsóknar og svo ætlum við að tala um lífeyrissjóði hér í lok þáttarins, þannig að það er ekki allt léttumálin hérna í dag. Já, hingað er komin Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, varaformaður Framsóknarflokksins. Það er flokksþing Framsóknarmanna núna í helgina, reyndar er viðreist líka með flokksþing, þeir eru suður í Reykjanesbæ, Keflavík, þeir eru nær, þeir eru í Kópavoginum. Já, það er rétt. Já, það er reyndar í Reykjavík. Það er í Reykjavík? Við erum í Gullhamrum. Þið eru í Gullhamrum, já, ok, það er í Reykjavík. Það er í Reykjavík. Útkverfunum. Já. En velkomin hingað, reyndar, ég ætla að byrja að stríða þér aðeins, Gunnar Bragi Sveinsson skrifar á Facebook, fámennt flokksþing skila sér í fáum atkvæðum. Sýnist að meintur formaður hafi tapað helming þeirra atkvæði sem hann fekk 2016. Þá voru þau 370 en nú 185 og 94%. Ætli þetta sé fámennasta þingið í sögu flokksins? Ég held að Gunnar Bragi sakna okkar, þess vegna skrifa hann svona. En það er auðvitað þannig að það er þetta við söknum þessu, já. Já, ég held að þetta sé þannig, svolítið. Og en hins vegar það sem er mjög skemmtilegt þessu flokksþingi að það er samt mikil stemming og fólk kemur allstaðar að landinu, við erum að klára margar mjög góðar ályktanir og við erum til dæmis búin að vera með menntastefnuhóp sem hefur verið starfandi frá því að við heldum upp á 100 ára afmælið sem var að skila bara mjög góðri skýrslu, þannig að sumuleyti má segja að þetta flokksþing sé svona hálfgert menntaþing og ég sem mennta- og menningarmálaráðherra þjóðarinnar er alltaf mjög ánægð með það, en svo er það auðvitað þannig að þú varst að tala um tölunar að það var náttúrulega verið að kjósa á milli tveggja einstaklinga 2016 og þá náttúrulega er oft fleiri sem mæta og annað slíkt. En ég held að ummæli Gunnars Braga skýrist líka í ljósi þess að hann sakni okkar
og það auðvitað þannig, ég meina Gunnar Bragi, hann búinn að vera í flokknum held ég síðan hann nánast fæddist. Þannig auðvitað þetta líka svona kannski ákveðin umskipti. Sko, þið eru reynda með framsóknarmenn og það kannski einkenni svolítið þingi, þið eru með 2 ráðuneyti þar sem þarf að vinna alveg gríðarlega mikið starf og það samgönguráðuneytið og við sjáum þetta með svona hörmulegu bílsleysum sem að verða núna síðast á Lyngdalsheiðinni að það þarf að gera mikið átak og það má ekki bíða mikið átak í vegamálum. En svo það menntamálin og við erum að fá sko vondar fréttir úr menntamálunum eiginlega bara í hverri viku, stundum oft í viku og núna í þessari viku þá náttúrulega þessi samræmdu próf sem klúðrast svona illa. Það voru líka fréttir það að krakkar í grunnskóla vildu frekar tala ensku en íslensku. Það var önnur frétt. Og spurningin náttúrulega svo, sko, hvað eigum við að gera? Hvað getur þú gert sem menntamálráðherra? Þetta er þetta þannig að þegar maður kemur inn í ráðuneytið áskorunar eru mjög margar. Ég held hins vegar að við höfum oft sýnt það sem þjóð að ef við fáum stórt verkefni og við náum einhvern veginn að sameinast það og ég held eins og varðandi menntamálin, ég vil meina að það þurfi bara þjóðarsátt það hvar við ætlum að staðsetja okkur varðandi menntamál þjóðarinnar. Og til dæmis eins og ég hef talað í raun og veru bara svona 6 áskoranir hvað þetta varðar. Það augljóst varðandi bara samkeppnishæfni menntakerfisins. Við sjáum það með PISA að við höfum verið að dragast aftur úr. Hér ef að myndavélin kemst nær, þá getum við séð hvernig við höfum verið að fara niður í PISA. Sumir segja að PISA sé einhvern veginn ekki, við höfum ekki alltaf að horfa á PISA, en þetta er ansi sláandi niðurstöður, hvernig við erum að fara niður í náttúrufræði, stærðfræði og lesskilningi. Það bara, þetta talar alltaf sínu máli. Þetta talar sínu máli, en sjáðu hins vegar hvað gerist árið 2009. Þarna fyrir við upp. Já. Og eina ástæðum þessa að það var farið í, bara menn fóru í það að kynna prófið fyrir nemendum og kennurum. Og ég tók þátt í því árið 2009, fyrir það próf, þá var ég varaformaður menntaráðs Reykjavíkurborgar. Ég eiginlega sannfærð það að það sé meiri geta inn í kerfinu en við fáum mælda þarna ef ég segja alveg eins og þess. Ég ekki á því að íslenski nemendur standi sig svona miklu lakar. Ég held að tengist líka því svona hvernig við förum inn í svona verkefni. Krakkarnir fá ekki niðurstöðunar sjálf og það þarf einhvern veginn að bara fara yfir það hvaða þýðingu þetta próf hefur. Og ég held líka að til þess að ná betri árangri þá þurfum við að styrkja alla umgjörð í kringum kennarastarfið. Það bara, við eigum það vantar nýja kennara, það líka brotthvarf úr stéttinni og þegar við stöndum, eins og ég segi, bara ákveðnum tímamótum, þá verðum við að spyrja okkur, af hverju þetta svona og hvernig ætlum við að leysa þetta? Og ég tel að eina stóru lausnunum sé að styrkja umgjörð kennarastarfsins, minnka það álag sem inn í grunnskólunum, því ég heyri það alls staðar sem ég kem, ég búin að vera mjög dugleg að heimsækja skóla, síðan ég tók við embætti og þeir segja, það gríðarlegt álag, við þurfum meiri aðstoð við þá nemendur sem standa höllum fæti og svo líka annað sem ég hef mikinn áhuga á, það eru þau börn sem eru með annað móðurmál en íslensku. Þeim hefur verið að vegna mjög illa í PISA-könninni og það svona annað mál sem við verðum vegna verð hér en í Skandinavíu. Já, verð hér. Það var ekki svo áður en svo eitthvað að gerast innan kerfisins sem sýnir það að þeim vegnar verð en á hinu Norðurlöndunum. Og ég óttast það að ef við förum ekki í þetta með markvissum aðgerðum, þá munum við sjá fram á meiri svona stéttskiptingu hér til framtíðar. En sko, þú talar um að efla kennaraumgjörðuna fyrir kennarana. Það hægt með öðru en að hækka launinni þeirra minnka vinnuálagið? Þetta samstarfsverkefni okkar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Við sjáum það að þau ríki sem hafa farið í svona aðgerði, til að mynda Finnland sem ég nú að kynna mér mjög verulega þessa dagana vegna þess að þeir eru með menntakerfi sem bara stendur mjög framalega og þeir ákveðu það bara eftir seinni heimsstyrjöldina, það var mikið mannfall, þeir þurftu að greiða háar stríðskaðabætur og þeir bara stjórnvöld settust niður og hugsuðu, heyrðu, hvernig ætlum við að gera þetta? Og úr var svo kölluð finnska sáttin sem þeir kynntu árið 1952 þar sem þeir fóru í róttækar breytingar á menntakerfinu en leiðarljósið í þessari vinnu var að styrkja umgjörð kennarastarfsins og til að mynda það mjög eftirsóknarvert að fara í kennarnám í Finnlandi. Það er nánast ekkert brotthvarf
og svo önnur þjóð sem ég hef kynnt mér svolítið vel að því ég var skiptinemi þar, sem reynda mjög ólík okkur og við munum ekki gera hlutana með svipuðum hætti og Suður Kórea. En þegar ég átti fund með menntamálaráðherra Suður Kóreu og ég fór einmitt yfir allar þessar áskoranir sem þú varst að byrja á að ræða og hann sagði, mín ráð til þín eru þið þurfið að efla umgjöruna í kringum kennarann. Og hann til að mynda, þetta menntamálaráðherra, hann var líka vara forsætisráðherra, hann var með það alveg á hreinu í hvernig símenntun kennararnir hans væri að fara í og það var gríðarleg virðing borin fyrir kennarastarfinu þarna. Og ef maður hugsa þetta, og ég meina þegar ég að taka við, ég hugsa, hvernig ætlum við að ná meiri árangri, þarna tel ég að það sé ein leið og ef við náum að gera þetta vel, þá leysum við mörg önnur vandamál. Við höfum enga sérstaka virðingu fyrir kennurum. Kennarar þetta orðin kvennastétt, það nú frægt og aðsóknin í kennaranámið lítil. En eins og ég segi, sú þjóð sem getur ekki hugsað vel kennarana sína, hverjar eru framtíðar horfunar og maður hugsa líka til þess, við vorum að tala flokksþingið og ég byrjaði ræðina mín á flokksþinginu að vitna í fyrstu stefnuskrá Framsóknarflokksins sem fjallar einmitt menntun og í annarra greinni þá einmitt fjallað það að það þurfi að efla kennaramenntun í landinu strax árið 2016 og þú sér það þegar við erum að skoða svona hvernig við erum að undirbúa fullveldi. Þetta er 1916. Þú ert með sókn og sigra eftir gamla ritstjóra Þórarinn Þórarinsson. Já, ég var undirbúa mig og hérna. Sýndi mér bókina. Þetta er satt það meiri svo. Já, klassísk bók. Já. En hún er bara þetta er hérna, hún á alltaf við og ég meina, hugsaður eins og með flokki minn, hann er stofnaður 1916 og strax þarna í fyrstu stefnuskráni verið að horfa til framtíðar og ekki bara varðandi kennarnámið, heldur líka lögð áherslu á að karlar og konur hafi jafnt aðgengi að menntun og líka fjallað háskólastigið og þá hefðu bara stofnað háskóla 1911 og þetta er 1916 og ég var einmitt að bara fjalla þetta til þess að setja þetta í samhengi að í upphafi síðustu aldar þá vorum við svona framsýn, við vorum að leggja áherslu á menntun og ég tel að okkur hafi farnast mjög vel sem þjóð á síðustu 100 árum að þurfum að halda upp á fullveldi samanlið en hvernig ætlum við að fara inn í næstu 100 og ef við lítum á menntamálin þá sjáum við að það náttúrulega margar áskoranir og við þurfum bara að líta inn á við. Þú veist að nefna þessar áskoranir fleiri, hverjar eru þær fyrir utan kennarana? Já, það til að mynda með börnin sem eru ekki með annað móðumál en hafa annað móðumál en íslensku og þau búa hér og þetta eru allt íslensk börn og við vorum að passa upp á það að þau hafi sömu tækifæri í íslensku menntakerfi og við vitum líka ef við skoðum, ég er búin að skoða mjög vel niðurstöðu PISA-rannsóknar, við sjáum að börnum í neðra hæfnisþrepinu, þeim fjölgar mikið á Íslandi og þeim í efra hæfnisþrepinu fækkar. Hvað segir þetta okkur? Við erum ekki að huga nægilega vel að þeim sem eiga í ákveðnum erfiðleikum í skólakerfinu og heldur ekki að þessum bráðgerubörnum. Og þá verðum við þetta bara, og við vitum hvar vandinn og við verðum að ráðast í aðgerðir hvað það varðar. Aðrar áskoranir til að mynda, það eru mun færri sem fara í iðn starfs- og verknám á Íslandi. 12% fara hér, meðan það eru mun fleiri í Noregi og við sjáum það að við erum að bera okkur saman bara við Evrópusambandið að það eru 47% sem eru í iðn, verk- og starfsnámi, svo kallum vísgreinum, meðan það eru 32% sem eru hjá okkur og þá ég líka tengið þetta svolítið við þetta mikla brotthvarf sem í íslensku skólakerfi á framhaldsskólastiginu. Þetta byrjar brotthvarfið ekki á framhaldsskólastiginu. Við sjáum þetta vísbendingar strax í grunnskólunum og það er annað sem við verðum að horfa til. Af því að þarna ég vil meina það að brotthvarfið snúist það að við erum ekki búin að kynna nægilega vel hvað stendur börnunum okkar til boða. Iðn og verknám, það náttúrulega eiginlega hálfgerð ráðgáta í þessu landi þar sem eru alltaf svona miklar framkvæmdir og mikil uppbygging í kringum alls konar hluti og við eigum að heita mjög dugleg þjóð og svona að við skulum ekki sinna því betur að við skulum vera svona ofboðslega mikið upp á bóknámið. Já, en ég held að það sé líka svolítið að við höfum þetta sem þjóð, maður er alltaf aðeins að líta
líta tilbaka að við höfum auðvitað verið að breytast heil mikið sem samfélag. Við erum í raun og fyrst að verða svona menntuð þjóð með svona skipulegu menntakerfi bara í upphafi síðustu aldar. Þannig ég held að við eigum svolítið, sko, við þurfum að endurskoða hvernig við nálgumst þessa þætti og ég get sagt þér að við erum þegar farin að stíga mjög ákveðin skref í ráðuneytinu mínu til þess að takast á við þessa áskorun og þetta tengist þessu brotthvarfi og svo annað. Ég meina þar til að síðustu fjárlög voru kynnt, þá voru náttúrulega háskólastigið okkar ekki mjög vel fjármagnað en við gáfum verulega í hvað það varðar því að við ætlum að ná OECD markmiðinu 2020 og við erum búin að gera áætlun til þessa. Og þannig að við þurfum... Það færra háskólamennta fólk á Íslandi. Það færra háskóla og þeir voru líka sko eftir fjármálahrunið, þá voru þeir mjög illa fjármagnaðir og nú erum við að einblína á það sem við erum að tryggja þessa fjármögnun ríkisstjórnin að einblína á gæði. Af því að það líka þannig að ég vil að hagkerfið okkar þróist enn frekar í svona hugverkadrifið hagkerfi og það muni auðvitað byggja á því að það séu mjög öflugar rannsóknir og þróun og þá þurfum við auðvitað að efla háskólastigið. En sko, hvernig getum við treyst þessu þegar krakkar í 9. bekk mæta í samræmt próf sem að opinber stofnun á að halda og þetta gerist og þetta er ekki fyrsta skipti og stofnunin ræður ekki einu sinni við það verkefni að halda prófið. Ég meina það er rétt og ég hef náttúrulega... Þetta er algjör skandall. Já, þetta er óásættanlegt og ég er búin að vera með teymi í ráðuneytinu mínu og Menntamálastofnun að vinna alla helgina til þess að bregðast við þessari stöðu af því að það sem við erum auðvitað að fara yfir hver er staða þessara prófa, hver er staða nemenda. Ég meina sumir náðu að klára hluta af prófinu, getur þeir nota þá einhvern meðan aðrir gerðu það ekki. Þannig að ég er búin að vera að nýta tíman mjög vel til þess að undirbúa fund sem verður á miðvikudaginn því að það er alls konar svona lagatæknileg úrlausnarefni sem við þurfum að hafa svar við og ég er búin að boða alla þá sem koma að þessu máli á fund á miðvikudaginn þar sem þeir munu fá skýr svör, við verum með tillögur hvernig við ætlum að leysa þetta og það eru auðvitað margar leiðir sem er hægt að fara hvað það varðar. Nei, mér finnst bara, sko, stofnunin sem slík nýtur ekki trausts lengur. Nei. Það er það sem er kannski vandamál. Og það sem við þurfum að fara að gera núna er að byggja upp traust og trúveruleika aftur hjá þessari stofnun og það er annað sem við erum búin að vera að skoða yfir helgina vegna þess að það eru fleiri próf. Ég meina, við erum að fara að leggja fyrir PISA-prófi núna á næstu dögum og við þurfum að tryggja það að það muni ganga upp og annað sem maður hugsaði eins og þegar Menntamálastofnun er búin að reiða sig á þetta erlenda fyrirtæki eigum við yfir höfuð að úthýsa svona. Ég meina, ég er auðvitað mjög gagnrýnin og er með gagnrýna spurningar núna til Menntamálastofnunar hvað þetta varðar. Þetta er erlendur hýsingaraðili af því að þetta er svo stórt mál vegna þess að krakkanir og kennarar og skólastjórnendur eru búin að vera að undirbúa sig allan vetur fyrir þessi próf að lenda í þessu er þetta svo sár vonbrigði. Þannig að mér finnst mestu máli skipta núna að við séum með skýrsvör til handa þeim sem fóru í prófin og þannig að menn átti sig á því bara hvernig skólahald verði út þessa önn. Þetta er stórt verkefni, Lilja. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn henni bókið. Þakka þér fyrir, takk. Tölum aðeins lífeyrissjóði hér á eftir. Já, hingað eru þeir komnir tveir, Guðmundur Gunnarsson, fyrrverandi formaður Rafiðnaðarsambandsins og Gylfi Magnússon. Við ætlum að tala lífeyrissjóðsmál, þau eru náttúrulega hrikalega stór málaflokkur, við ætlum rétt að klóra þetta yfirbor. Ég ætlum reyndar fyrst að spyrja þig, Guðmundur, hvernig finnst þér það sem er að gerast í verkalýðshreyfingu sem við vorum að ræða hérna áðan? Sko, það er bara hlaut að koma að því, út af því hvernig þetta hefur gengið fyrir sig með fyrsta lagi hvernig þingheimur hefur verið að stela launahækkun og lægsta launa fólksins, tók 21% af þeim í gegnum það að breyta vaxtabóta og barnabótakerfinu og raun og veru gera sama við eldri borgara. Þetta er sem sagt harsblundraði saleik og svo aftur bæta þeir með gráan og svart með því að taka sér 50% kauphækkun, sko. Þannig að það gat ekki enda öðruvísi og það verður mjög erfitt ár fyrir Katrínu sem vinstri mann að vera að sitja þarna inn í því sem forsætisráðherra næsta árið. Það verður logar allt í verkföllum hérna næsta vetur. Þú heldur það? Já. Og það er náttúrulega, nú eru þarna komið róttækur hópur til valda í Eflingu,
Já, hittir að má að það nú oft þannig að þeir sem að hafa hæst þegar þeir komast inn í karphúsi þá það þeir sem tala minnst það ekki alveg að marka hvað menn hrópa á torgum og þeir eru konur onni í djúpúlíðina en ég get náttúrulega flutt hérna hálftíma að ræða það en ég held, hvað höfum við ekki 2-3 mínútur? Við ætlum að tala lífeyrismál og þið hefur báðir verið að skrifa lífeyrissjóði og þú hefur, Gylfi, í rauninni verið að tala að lífeyrissjóðakerfið eins og það er núna þetta stóra mikla kerfi sem sé ósjálfbært en við höfum hins vegar möguleika á að reyna að rétta það af. Já, það er alveg rétt, þetta er að mörguleyti ágætt kerfi en það gengur ekki í nokkra áratugi viðbót á þeim forsendum sem búið að stilla upp núna. Það bara einfaldlega gert ráð fyrir of mikilli sjóðsmyndun þannig að það verður ekki með góðu móti hægt að kaupa alltaf verðbréf sem stefnir í að menn kaupi allavega ekki hér innanlands og það er heldur ekki sérstaklega spennandi hugmynd að fara að kaupa bókstaflega fyrir mörg þúsund milljarða króna hlutabréf í útlöndum til þess að halda upp í kerfi sem að hægt væri að gera með talsveit minni sjóðum og raun og veru öruggari lífeyri sem væri þá að draga aðeins úr vexti sjóðsöfnunarkerfisins og byggja þess í stað upp sterkara gegnumstreymiskerfi sem mjög veikt hjá okkur núna. Veitu, hver munurinn á þessu? Hvað felst í gegnumstreymiskerfi? Já, gegnumstreymiskerfi sem við þekkjum núna er fyrst og fremst í gegnum skattkerfið og tryggingastofnun en það auðvitað hægt að vera með lífeyriskerfi líka sem að byggja í raun og veru bara á því að fólk greiðir iðgjald í lífeyri og það iðgjald fer ekki í að kaupa einhver verðbréf heldur rennur strax í að greiða lífeyri til þeirra sem eru annarkvort á örorkubótum eða að fá ellilífeyri og það kerfi er raun og veru vel þekkt, það er algengar en það kerfi sem við erum með núna. En okkar kerfi betra en nú erum við til dæmis talað að lífeyrissjóðirnir séu orðnir svona risar í íslensku samfélagi, þeir eiga helmingin í raun af öllum hlutabréfamarkaðnum á Íslandi og ég meina hvenær kemur að því að þeir eru orðnir ósjálfbærir? Já, það er raun og veru þannig að þeir hafa keypt nánast allt sem að þeir geta keypt og er svona eitthvað vit í því að kaupa og það hafði að vísu ákveðna kosti í för með sér, sérstaklega á fyrstu árunum eftir að lífeyriskerfið fór að hjarna við upp úr 1980. Það var mjög mikilvægt að lífeyrissjóðirnir væru til staðar og gerði það kleift að fjármagna alls konar hluti, þar á meðal íbúðalánakerfi en það eru takmörk fyrir því hvað þjóðin hefur mikla þörf fyrir lánsfé og við erum eiginlega bara komin á það stig núna að lífeyriskerfið er farið að vera með meiri þörf fyrir að lána út heldur en landsmenn hafa þörf fyrir að taka af lánum. Og þá er náttúrulega líka spurningum ávöxtun, að ég meina þeir þurfa að tryggja ákveðna ávöxtun og hún er náttúrulega verður ekkit alltaf sérstaklega góð. Nei, hún hefur lækkað mjög mikið, allavega vextir hafa lækkað mjög hressilega, eiginlega meira að minna í 30 ár. Þeir eru núna kannski ekki nema fjórðungurinn af því sem þeir voru hæstir og þó að lífeyrissjóðunum hafi ennþá tekist að ná þessu ávöxtunarviðmiði sem að þeir miða við 3,5% að þá geti vel verið og reyndar eiginlega fyrirsjáanlegt að það verði sífellt erfiðara ef að sjóðurnir vaksa enn meira. En svo hefur náttúrulega eitt sem að menn hefur verið að gera það er að hækka iðgjöldin. Og þau eru orðin ansi há, þetta er orðið hvað 15%? Já, það er raun og veru að hluta til svar við því að það er ekki hægt að tryggja réttindin með þeim iðgjöldum sem að menn gerir ráð fyrir og síðan er það líka heila hluta af vandanum því að hærri iðgjöld þýða jú að það þarf að ávaxta stærri sjóð og ég held að þetta hreinlega gangi ekki upp. Við þurfum að hafa vissulega sjóðsöfnunarkerfi áfram en við þurfum að hafa fleiri stoðir og þar blasir eiginlega bara við að byggja upp sterkara gegnumstreymiskerfi ekki bara endilega gegnum tryggingastofnun heldur hreinlega með lífeyrissjóðum sem að þiggja iðgjöld og greiða þau út jafnharðan. En er ekki hægt að bara fara með þetta allt til útlanda? Það er svona fræðilega séð alveg hægt en það eru takmörk fyrir því hvað það er æskilegt að við knýjum fram mikinn afgang á viðskiptajöfnuði sem þarf til þess að geta fjárfest fyrir bókstaflega mörg þúsund milljarða í útlöndum. Og já. Við höfum bara hreinlega enga þörf fyrir svo degran sjóð í útlöndum.
Nei. Norðmenn gera það mikið gegnum olíusjóð. Við vorum orðum að taka olíusjóðum þannig, já. Hann má ekki fjárfesta innan hans. Nei. En þetta verður náttúrulega veldur þess að lífeyrissjóðir eru síðan orðinu óbóðslega fyrirferðarmiklir og valdamiklir í viðskiptalífinu og þar er náttúrulega ákveðin freistnivandi og kannski freistnivandi ekki síst að þeir eru að sko vilja stundum vera svolítið hlutlausir og þá eru þeir að útvista sko, eru þeir menn í kringum sig sem að auðgast á því að vera svona nálægt lífeyrissjóðum í raun og veru. Það eru alls konar vandamál sem koma upp þessu tengt. Eitt er bara samkeppnismál, ef að lífeyrissjóðirnir eiga mörg fyrirtæki sem eru í samkeppni hvert við annað, þá er það kannski ekki sérstaklega góð uppskrift að harðri samkeppni fyrirtækina. Guðmundur, þú segir líka að kerfið sé ósjálfbært orðið og þú ert líka að tala það að það eru þessi miklu skerðingafaktorar sem eru þarna inni líka. Já, það sko sem að ég myndist aðeins á hérna áðan í sambandi við vaxtabætur og barnabætur og annað hvernig stjórnmálamenn hafa verið að fikta í þessu kerfi og raun og veru að setja jaðarskatta á hópa og það hafa þeir til dæmis verið að gera með því að taka grunnlífeyrin í burtu sem hefur verið, það er raun og veru gegnumstreymiskerfi. Grunnlífeyrin sem að allir eldri borgarar fá. Bara við öll önnur lönd sem að við viljum bera okkur sama við. Þá er grunnlífeyrin, hann fer aldrei, þú áttir rétt á 200.000 krónum og ferð aldrei neitt undir það í grunnlífeyri. Nei. Þú getur fengið meira ef þú þarft á því að halda. En það er bara þinn réttur sem borgari í Noregi, Danmörku eða hvað sem er, að þá áttu rétt á þessum lágmars grunnlífeyri þegar þú nærð lífeyrisaldri. Og það er gegnumstreymiskerfi og það er raun og veru það sem við höfum verið að gagnrýna að stjórnmálamennir hafa í raun og veru verið að fara inn í lífeyrissjóðina og taka alltaf stærri og stærri hlut til sín með því að skekkja það sem kemur frá Tryggingastofnun. Og þeir eru svona líklega að taka svona 11,5 milljarð til sín í raun og veru í gegnum jaðarskatt á hverju ári núna í dags sem að við eigum faktisk rétt á vegna þess að við erum búin að borga okkar skatta til íslenska ríkisins síðan við komum út á vinnumarkaðinn og þetta er raun og veru líka var gert ráð fyrir því að við fengjum þennan hluta í sambandi við útreikningu hvað við myndum fá mikið út úr lífeyrissjóðnum en það er verið að fara þann veg núna að hækka iðgjöldin bara til þess að raun og veru að það rennur bara þráðbind inn í ríkissjóð í gegnum jaðarskatta. Og þú, sko, jaðarskattandi geta verið orðið alltaf 100%. Já, upp í 110% í sumum tilfellum. Það er meira en króna á móti krónu. Sko lífeyrisþegar upplifa þetta sem óréttlæti. Þetta er náttúrulega bara verið að taka peninga, sko, þetta er bara verið að upptaka á skyldusparnaði, en það er faktist ekki neitt annað. En ertu saman á þessu skilvi? Já, það er bara raunur hægt að líta á kjör þeirra sem eru á ellilífeyri núna og svo þau kjör sem að kannski mín kynslóð og enn yngra fólk getur átt von á. Það er alveg himinn og haf þar á milli. Þeir sem eru á lífeyri núna eru með tiltölulega rýra greiðslu frá lífeyrissjóðum. Ég er nýkominn hann hóp og ég þekki það. Já. Og síðan fá þeir nánast ekkert frá ríkinu vegna þess að það er skert vegna þessara litlu greiðsla sem við erum með á lífeyrissjóðum. Þetta verður kannski allt í lagi eftir 20-30 ára en það er engin huggun harmi gegn fyrir þá sem eru núna og að reyna að framfleyta sér á bara mjög lágum tekjum. En vinnur þetta ekki gegn markmiði kerfisins eins og það var í upphafi? Jú, það er verið að eyðileggja það innanfrá með afskiptum stjórnmálamannanna, vanhugsuðum afskiptum stjórnmálamannanna, það sem eru í eins og ég reynda Pétur Blöndal gagnrýndi sko mjög mikið hvernig stjórnmálamenn voru alltaf að svona fixa til tryggingakerfið. Svo endaði það eins og hann sagði sjálfur sko þetta er eins og illa sauma bútasaumsteppi og það sem er búið að sauma kannski inn á mitt teppi stóran blett sem að sko eyðileggur teppið. Þetta var svona eins og hann lýsti því og það er alveg rétt og það er sem sagt stjórnmálamenn þeir eru ekki að hugsa til enda hvað þeir eru að gera. Þeir eru að taka ákvarðanir í sambandi við tryggingakerfið og þeir eru komnir allt of langt í sambandi við það að seilast í vasa okkar eldri borgara með því að gera bara upptak hjá okkur skyldusparnaðan okkar og þeir eru raun og veru fjórðung af öllum launahækkunum hjá ungum fjölskyldum þar að var runnið þráðbent í vasa ríkissjóðs af því þeir breyttu vaxtabóta og barnabótakerfinu og þannig hirtu þeir sérstakar launahækkanir sem voru samið í síðustu 2 kjarasamningum sem áttu að renna til unga fólksins það fór lóðbent inn í ríkissjóð. Í gegnum jaðarskattana? Já, í gegnum jaðarskattana.
hvernig getum við búið svo hnútana að þetta kerfi sé eins gott og það getur? Bara skiptum alþingi. Það er ekkert, og setja það inn fólk sem hefur vitað í hvað að gera. Já, Gylfi. Já, við erum nú alltaf að skipta þá sem að fylla þá stóla, þannig ég veit ekki hvort það hjálpar, en ég held að það væri, reyndar ekki bara þessum ástæða til þess að setjast niður og hugsa lífeyriskerfið aðeins upp á nýtt. Það reyndar fleiri þættir sem við höfum kannski ekki tíma til þess að ræða, sem ég held að væri ágætt að breyta. Já, bara til dæmis að það er verulega áhætta af fólkinni í því að borga bara í einn lífeyrissjóð sem að margir gera eða skipta ekki starf á starfsæfinni. Vegna þess að ávöxtun lífeyrissjóðana er mjög ólík. Og svo reyndar einnig líka skiptingin til dæmis á kyn. Ég er í kallasjóð og hún er vegna vel. Þetta er athyglisvert. 90% kallasjóð. Það er eitthvað sem að menn hugsa og lítið en auðvitað er það vel þekkt að konur lifa talsveit lengur en kallar að meðaltali og eru þar með leiðandi lengur á ellilífeyri. Og það þýðir að það er bara mjög óheppilegt að vera í lífeyrissjóði þar sem eru fyrst og fremst konur. En betra að vera í lífeyrissjóði þar sem eru fyrst og fremst kallar. Þeim sjóðum er mikið hærri heldur en öðrum. Já, svo örorkubyrðin líka. Hún er mikið hærri það. Hún er hærri? Já, það er bara þegar konur vinna slitsom störf. Já, hugsa. Og það eru þeir sjóði sem að bera upp í langhæstu örorkubyrðina. Það eru kvennasjóðir. Þannig að það getur verið svona happdrætti, annarkvort borga ég allt í einu vakna upp við það 70, ég er búin að borga í ógeðslega lélega lífeyrissjóð allt mitt líf og ég hef verið betur komið með það. Þú ræður engum það. Og þú getur bæði verið með slæm kjör vegna þess að það gekk eitthvað illa að ávaxta verðbréfin og vegna þess að skiptingin í hópa varðandi örorku og langlífi er óheppileg. Og það væri miklu betra að dreifa réttindum hvers og eins á marga lífeyrissjóði til þess að jafna þetta út. Það væri miklu minni áhætta fyrir hvern og einn lífeyrisþega. En í rauninni þarf kannski bara að fara í dálítið átaka að reyna einhvern veginn að endurskipuleggja þetta kerfi. Það gæti orðið tvíbent ef það orðið frjálst val í lífeyrissjóði vegna þess að það gæti þá alveg farið á hinn veginn að lífeyrissjóðinni vildi þá fá að velja hverjan þeir hleypt inn. Svo er það líka, já. Við veðum þess að kallasjóðir viðmyndum svolítið ekkert verið spenntir fyrir því að fá einhver aðra inn. Eins og ég segi, þetta heitir að klóra uppborðið, þetta er stórt mál og nauðsynleg umræða. Guðmundur og Gylfi, þakka ykkur fyrir að koma hérna í þáttinn. Þetta er búið í dag, Fanný Birna verður hérna með ykkur að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.